ef við værum að fá einhverjar risastórar undanþágur, að þá myndu hin aðildarríkin sem þurfa að samþykkja inngöngur okkar ekki vera sátt, sko. Frontex, þarna landamæra eftirlit Evrópusambandsins, sko. Þú veist, það hefur gengið umtalsvert lengra í bara svona hervæðingu, bara miklu lengra en ICE í Bandaríkjunum, sko. Þau eru komin vel innan landamæra bara Algeríu og Líbíu að sinna einhverju landamæra eftirliti langt út fyrir þeirra landamæri, sko. Þú veist, og það mitt annað sem bara hugnast mér ekkert sérstaklega mikið og minnst svona pínu furðulegt að einhvern veginn frjálslynt, svona vinstri fólk einhvern veginn, þú veist, píratamengið og eitthvað sem að, þú veist, rosa á móti lögregluvaldi eru að peppa, þú veist, apparat sem að gengur mjög langt í lögregluvaldi, sko. Halldór Ísak, Júlíus Viggo, við kærlega velkomnir. Takk fyrir. Takk kærlega. Hvað segir gott? Bara, ég brattur, sko. Ekki? Jú. Það þýðir ekkert annað. En þú, Júlíus? Ég bara feskur, eins og alltaf. Hamingjusamur, þakkláttur fyrir lífið. Já. Þið hérna eruð, sem sagt, formenn ungra sjálfstæðismanna og ungra sósíalista. Já. Mikið rétt. Og þið ætlið að sjá til þess að framtíð unga fólksins verði að eilífu myrkri út af því að þið eru að berjast fyrir því að við höfnum ótrúlegu tækifæri sem að býðst nú Íslendingum en sérstaklega ungu fólki og þið segir nei takk. Já, við erum náttúrulega fyrst og fremst neikvæðir ungir menn, sko. Og erum einmitt á móti bara tækifærunum og framþróun og því að fólki líði almennt sér vel, sko. Við viljum einmitt sko bara minna gott og meira vont. Já. Það svolítið hérna. Þetta svolítið meira vont framboði, sko, sem hefur skorst. Það allir alltaf í framboði segja að ég vil bara betri Reykjavík, við erum fyrst að meira vont, sko. Já. Ég reyndar hef hérna oft hugsaði að sko ef maður færi sjálfur einhvern tímann í pólitík þá myndi ég almennt séð sko berjast fyrir því að sannfæra þá sem ætla ekki að kjósa mig að kjósa mig ekki. Og myndi þá tala það að ef að þú vilt væla þér til hérna velfarnaðar og sjá til þess að ég hafi meira völdi við þínu lífi að þá áttu ekki kjósa mig. Ég veit ekki hvernig svo barða en út af því að það svo mikið nýtt sko út af því að maður orðlega leiður að þessari svona stanslausum ræðum alltaf að vera hort í kameruna, kæra þjóð. Verður allir svo miklu róbótar, alveg sama hver það sko. Segir einn sem alltaf að taka ræður í kamerunnar og samfélagsmiðlum, sko. Já, en ég að segja, ég reyni að forðast það að vera róbótinn, sko. Sko, við vorum einmitt hérna á stoppfundi ungra gegn ESB, sko. Þá vorum við einmitt að ræða hvað þessu fyndi að vera einhvern veginn nýbúin að detta úr sveitarstjórnarkosningum, það sem að allir flokkar eru með á dagskrá að vera með betri leikskóla. Það engin pólitískur vilji neins staðar að vera með verri leikskóla, sko. Þannig að þetta verður oft svona svolítið sama suðan einhvern veginn í þessu, sko. Pínu þurrt, sko. En það bara... En ef við byrjum að þér, Halldór, hvað hérna, þið eruð að móti því að við á annað borð með þess að kíkjum í pakkan? Já, sko, það náttúrulega mér finnst eitt svona við þess að kíkja í pakkan stemmingu og að þjóðin fá að sjá er að hérna... Við kannski byrjaði, þú veist, fyrir kannski svona 2,5 árum, þá var ég alveg opinn fyrir þessari ESB-pælingu. Ég var ekki búinn að kynna mér þetta neitt sérstaklega mikið, en ég var bara eitthvað, já, þú veist, læri vextir, læri matarkára, ok, ég bara game í þetta, þetta ekki bara stemming og gott, sko. En svo einhvern veginn, þú veist, tók að því að ég ákvað að byrja mér að þú veist, kynna mér hvað þetta Evrópusamband væri. Og þú veist, kynnti mig bara einhvern veginn reglugerðirnar, bara svolítið grunninn á þessu, bara þú veist, Lissabonsáttmálann og allt þetta. Og þá komst ég bara að niðurstöðuna að þetta er ekki samræmt svona þeirri sýn sem ég hef á samfélagið og í raun, hérna, þú veist, ég er sósíalisti og bara, hérna, tek þátt í því starfi og þú veist, í kringum 40% af okkar í raun bara stefnum, ég tók quick svona kalkulus á þetta. En í kringum 40% af þeim stefnum er ekki þú veist, bara gengur ekki upp innan reglugerða Evrópusambandsins. Þannig ég bara sneri við og ég er núna ekki fylgjandi Evrópusambandinu og bara til vera góða málefnilegan grundvöll fyrir því. En einhvern veginn, þegar það vera að tala hérna, já til að sjá, kíkja í pakkan, einhvern veginn þetta, mér finnst að gera svolítið lítið úr bara þeim upplýsingum sem eru á borðinu núna. Þú veist, það er hægt að googla samkeppnisreglunar, það er hægt að googla bara svolítið grunninn á Evrópusambandinu og ef þið líst svolítið illa á það þá að sjálfsög segiru nei núna í ágúst bara þú sækir ekki vinnu til þess að fá hann ekki sko
Þannig að ég allan að það til að fá bætur það mjög algengt með þess að í dag að hérna rýmsir aðalar, sko, allir með þessu erlendir aðalar, ég nú að þjálfa erlend aðalar, þeir segja við mig, sko, að eins og hérna Grikkinni, sko, þeir fá símhringingu spyrja hvort það megi krassa á sófanum í 2-3 daga út af því að hann þarf að koma til hérna mæta á fund vinnumálastofnunar til þess að sannfara að hann hafi vissulega verið að leita sér að vinnu en býr náttúrulega bara í Greiklandi, sko. Það mjög fyndið að hérna, beint úr bara þú getur ekki sleppt tækifæruna til að tala eitthvað bótasvik, sko. Alveg ekta hægri maður hérna, sko. Bara leið, sko. Nei, ég var ekki að tala það, það er nóg til. En Júlíus Hugo. Já. Hérna, svo ég tala nú með einhvern sem er sammála mér. Já. Hvað hérna? Horfðu bara mig, Tóti. Hvernig horfir þetta við þér? Hvaðan kemur þú að þessu? Já, ESB er náttúrulega sko svona fyrsta málið þar sem að ég einhvern veginn skildi frá uppeldi föður míns í Samfylkingunni, sko. Að það var við eldhúsborðið í kringur hrunið þegar ég hafði sko ekkert fyrir mér sem gutti, vissi ekki neitt um stjórnmál eða pólitík eða hvað, en það var verið að tala um evrun á heimilinu og ég einhvern veginn bara ég var ekki að kaupa þetta, sko. Ég gat ekki einhvern veginn keypt að það væri betra að myndu skipt út þessari fallegu krónu sem ég notaði á 50% afslætti á laugardegi til að kaupa með nammi, sko, að skipta út fyrir einhvern erlenda gjaldmiðil. En nei, þetta er náttúrulega eins og Halldór kemur inn á að þá er þetta ekkert eitthvað stórt spurningamerki og hvað er í boði og þú þarft bara í raun að hlusta á það sem að embættismenn innan Evrópusambandsins og embættismenn Evrópusambandsins segja til þess að vita hvað framhaldi verður. Það er nýra aðildarríkja að aðlaga sig að Evrópusambandinu og ekki öfugt og ferlið er þannig ef við værum að fá einhverjar risastórar undanþágur að þá myndu hin aðildarríkin sem þurfa að samþykkja eingöngur okkar ekki vera sátt, sko. Þau myndi ekki samþykkja. Þú sér núna strax eru írski sjómenn farnir að mótmæla og það þyrfti bara eitt Portúgal eða Spán eða Frakkland til þess að vera ósátt við hvernig sjávarútvegurinn lítur út hjá okkur til þess að setja allt á hliðina. En það sem við þurfum líka að ræða í þessu ferli, það er þetta að eyða náttúrulega endalausum tíma í að tala um ókosti Evrópusambandsins og ég er alveg til í það. En það sem að okkur er alltaf mætt með þeim rökum að en við vitum ekki. Við ekki bara skoða þetta. Eins og að ákvörðin sem við séum að fara að taka núna í ágúst sé það að senda út einhverja sendinefnda sérfræðingum sem munum bara eitthvað dóla sér í Brussel í smá tíma og koma svo tilbaka með eitthvað samning án þess að sé einhver kostnaður falin í því fyrir okkur og við séum tökum bara afstöðu til þess, sko. Það sem við þurfum að ræðum og það sem ég væri til í að sjá í ásynnan að vera meira hreinskilna með er hvað ferlið felur í sér. Að það ef við samþykjum að byrja þetta aðildarviðræðuferli þá verða næstu ár algjörlega teppalögð af þessu. Af því að það sé frumvörp á Alþingi það að samræma íslensk lögum Evrópusambandsins til þess að undibúa okkur fyrir loka ákvörðunina. Það verður hellingskostnaður sem fylgir því, þetta beitt kostnaður, enda mun Evrópusambandi styrkja okkur hellingspenning, sko, til þess að fara í gegnum þetta ferli, að byrja aðlaga okkur. En líka það að íslensk stjórnmál mun ekki geta verið að verja þessum tíma í að takast á við íslensk vandamál, sko. Út af því að það þarf bara eða tíma í það að vera að fara í gegnum þess að 34 kapla, þetta liggur allt fyrir, sko, hvernig þetta ferli er. Opna ykkur 34 kapla til kapla, lokaði með því að semja og samræma íslensk lög, evrópsku lögum og gera þið að ykkur svona Evrópusambandi light sem ég er ekki dvola hrifin af í sjálfum sér, sko, hvort sem við göngum inn á endan með ekki, áður nú getur endanlega tekið ákvörðun hvort þú ætla líka að henda landbúnaðinum og sjávarútveginum og fjármálastefnum og hvaða út með baðvatninu líka, sko. Hlaðvarpið er í samstarfi við fiskhúsið.is. Fiskhúsið.is er heildverslun fyrir veitingamenn sem vilja það ferskasta og það besta fyrir sína kúnna. Hvort sem það er fyrir veitingareksturinn, hótelreksturinn, mötuneytið eða hvað annað, þá ferðu inn á fiskhúsið.is til að sjá það gríðarlega úrval sem að strákarnir hafa upp á að bjóða. Ef að þú vilt hið ferskasta og hið besta, þá gerir þetta sjálfsögðu almennilega, ferðin á fiskhúsið.is. Það er ekki til sú spurning sem að strákarnir hafa ekki svarið við, þannig enn og aftur
fiskhúsið.is til að fá ferskasta og besta fiskinn á landinu. Hlaðvarpið eins og þið vitið í samstarfi við harðfisksverslun Hrafnadals. Nú ég búinn að selja töluvert af þessum gæða harðfisk og hafa viðtökunar verið hreint út sagt ótrúlegar. Þetta valsað upp á gamla mátan, sjósaltað og kemur til þín ferskt. Nú býð ég bæði upp á ísu og steinbít sem kemur á roðinu, alveg eins og þú vilt hafa hann, þurrkaðan að sjálfsögðu í vestfirsku fjallalofti og eins og ég segi, viðbröðin hafa verið vonum framar þannig að ég þarf ekki einu sinni að vera í neinni væntingastjórnun. Sendu e-mail á hrafnadalur@proton.me en hlekkin og verðupplýsingar má einnig finna í lýsingu á þessum þætti. Já, þetta áhugavert sko, því að það einmitt búið að tala áhrif erlendra aðila sem að fara að koma að þessu og svo að fara að fá fullt af pening frá samningsaðilanum sem að ég hef mestar áhyggjur af. Þetta svona, það ákveðir svona orwellísk bæði umræða, ég ætla ekki að segja orðaræða þó svo að það eigi alveg við í þessu samhengi sko, það tíðinni svona sérkennilegra athugana eins og viltu ekki vera upplýstur og ertu á móti því að treysta þjóðinni þegar við erum að fara að kjósa það að treysta þjóðinni fyrir því að treysta sér ekki út af því að það verður náttúrulega mikið ákvarðanatöku sem að færa úr landi en ég einmitt sko ástæðan fyrir því að mér hugnast þetta ekki endar samkeppnishæfni Evrópu. Mér í grunninn sama, ég held að fórnarkostnaðurinn af því að taka upp jafnvel þó að samningurinn væri alveg frábær frá sjónarhóli þeirra sem eru hlindir þessu og jafnvel kannski einhverja þeir sem kjósa nei að þá erum við að taka upp regluverk sem að gera álfuna í Evrópu að þeirra eiginsögn ósamkeppnishæfa á öllum alþjóðasviðum og þetta svona hægri svona afstæðan sem að í þessu en svona förum aftur Halldór yfir til þín og út af því að sko ég skil og kannski út af því að ég svona hægra megin í lífinu þá skil ég afstöðu hægri manna töluvert betur heldur en vinstri manna tala um þetta eins og Sólveig Önnu, hún fór að tala um Palestínu og einhver 30.000 fett og ég var svona, mér alveg sama hvaðan gott kemur ég bara tek því en svona, út af því að þú talar um málefnilegan grundvöll fyrir þessu hvaða svona málefni eru það þú fórst yfir það svona hundavaði áðan en ef þú fer svona í svona praktíska atriði á hverju það á móti þessu? Algjörlega, sko, það náttúrulega einmitt, nefndin Palestínu, það þú veist, skilurðu það alveg hluti af þessu bara siðferðislegu andstaða við utanríkisstefnu Evrópusambandsins og það einmitt, stuðningur við Ísrael það einn svona á vinsturkantinum að það telur, þú veist, það telur inn í alla þessa en svo einmitt langar mér, þú veist, í Lissabon-sáttmálanum og í þessum grunn verkum inn í Evrópusambandinu að þá þú veist hvernig segja þetta, og kannski fínt að ég taki bara dæmi eina svona reglugerð og eina bara svona stefnu inn í Evrópusambandinu sem mér hugnast ekki, það sem það ekki hægt að einhvern veginn sveigja sig framhjá og það var í Slóveníu 2010 það var mjög skýrt sko lýðræðislegt umboð fyrir því að breyta sjúkratryggingakerfinu. Þú varst með einhvern veginn svona tvöfalt kerfi þar sem þú varst sko með opinbera tryggingu, bara eins og þú veist hér, sjúkratryggingu á Íslandi sem dekkaði svona mesta hluta af tryggingum, en svo varstu með svona aðra einkarekna alþjóðlega sjúkratryggingu ofan á þetta sem í raun endaði á að 95% þjóðarinnar var að, þú veist, kaupa þessa auka sjúkratryggingu og þau voru frekar óánægð með þetta. Þau vildu hafa þetta bara undir einum hatti, vera bara með sjúkratryggingakerfið, þú veist, það voru alls konar vesen, þú veist, það var fólki fannst að vera að borga of mikið í þessa viðbótartryggingu og jara, þú veist, sérstaklega þetta var svolítið, hvað ég segja, þú veist, tryggingarna voru að koma mestalæti utan Slóveníu, það voru, þú veist, erlend tryggingafyrirtæki sem voru að sækja þetta inn, sko, og þetta einmitt, það var lýðræðislegt umboð frá okkur svona miðvinstri stjórn að reyna bara að leggja þetta kerfi niður og vera bara með þetta inn í einu opinberu sjúkratryggingakerfi. Og þetta var í kringum 2010 eftir kreppu og það var bara skýrt umboð til þess og þau ætla að fara að leiða þetta í gegn en þá kemur einmitt einhvers konar, þú veist, erindreki og embættisfólk frá Brussel og bara nei, það bara þetta brýtur á, þetta sko ósanngjarnt gagnvart þessum erlendu fyrirtækjum að komast inn á þennan markað, þetta bara ósanngjarnt og við viljum ekki hafa þetta og
einmitt þetta var eitt af þeim dæmum sem ég byrjaði að skoða þessi samkeppnislög og ég held að þetta sé svolítið grunnurinn á einmitt, við viljum sterka opinbera innviði á grunnþjónustu, við viljum, ég veit að þeir eru sammála mér, þjóðnýtingu á auðlindum en þetta bara bannað inn í Evrópusambandinu og það rosalega skýrt og ég eitthvað undan þá hitt og þetta, ég get alveg sagt með frekar miklu fullvissu að við erum ekki að fá undan þá á þessum stórum hluta af regluverkinu þannig og þess vegna tel ég einhvern veginn, ef þú ert þarna í lífinu að þá nei augljósasta svarið, því þetta bara þessi sín á samfélagið á ekkert saman sko. Nei, þetta kemur ekki óvart þó svo að ég vissi ekki þetta dæmi. Það og þetta lítur að vera fyrsta skipti sem að svona miðstýrt kerfi hefur ekki virkað. En Júlíus, þú miðstýrt kapitalist kerfi, skilur en það verður líka að vera eitthvað fút í þessu en sko, það var annar punktur Júlíus sem þú nefndir sem að mér langar líka að vekja meira athygli á og það þetta sko og Árni Helga og ég fórum ágætlega yfir þetta líka en þetta punktur sem að þarf ótrúlega mikið að vera í þessu umræðu út af því að tala undanþágur og við erum komið með einhver svona samningsmarkmið sem ég ætla reyndar að segja og gefa þeim það að þetta alveg samningsmarkmið sem að kröfuharðara heldur en að mér hefði dottið í hug og ég veit þetta náttúrulega til þess að sannfara nei-sinnuna það að segja já út af því að ég veit alveg að ef já-sinninir væru bara að reyna að vekja athygli á þessu fyrir sjálf sig þá væri það bara, okkur alveg sama hvernig samningurinn lítur út, við viljum bara ganga inn en það sem sérstakt við það að sé verið að tala um þennan samning að sko, og þú sagði þetta áðan, ég ætla bara að segja þetta samt aftur að við erum að fara til Brussel og no, the Icelanders have to have their own contract og við erum að fara inn í þetta mál með því að segja einmitt við Írana, við Spánverjana, við Portugalana bara við ætlum að vera með sérlausnir á öllu helsta sem að okkur hugnast og Evrópusambandið þarf að kyngja því en ekki nóg með það að Evrópusambandið þarf líka að kyngja því að þá koma hinir aðilarnir og segja, ef Ísland væri þetta þá ætlum við að fá þetta líka og við nei, við erum svo ótrúlega sæt stelpa á þessu balli að við ætlum bara að fá að sleppa við allt sem að okkur hugnast ekki og maður þetta svo skrítin sala sko. og þetta fullkomlega sko pragmatíst ef þú lítur á sko stefnu Evrópusambandsins það hvernig á að koma fram við nýja aðildarríki þá er þetta fullkomlega pragmatíst frá bæjardyrum Evrópusambandsins að þú þurfi bara að uppfylla ákveðna kröfur sko út af því annars fer allt í bál og brand í baklandinu þínu sko og jafnvel svo ef við myndum fá einhverjar sturlaðar undanþágur sem að reyndar ég efast sérstaklega Evrópusinnarnir þeir vita það sjálfur út af því alltaf þegar þú spyrð á sko og ég meina þú hefur lent í þessu hlaðvarpi og segja en varanlega undanþágur það sérlausnir það kemur alltaf svona það aldrei sagt bara já við viljum varanlegar undanþágur ekki spurning varanlegar bara undanþágur bara ekki spurning sérlausnir en jafnvel ef við myndum fá eitthvað svona eins og tala um 60.000 og aðra breytagráðu fyrir landbúnað á Norðurlöndum eða talað um eitthvað undanþágur fyrir Möltu eða koma sjávarútveg eða hvað þetta líka finnst mér bara svona fundamental mál hvar valdi til ákvörðunartöku liggur og jafnvel ef við myndum fá eitthvað boð sem væri ótrúlega flott fyrir tímapunktin sem við erum á í dag að þá erum við að taka ákvörðun til frambúðar fyrir Ísland til næstu sko áratugana ef ekki lengur vegna þess að Ísland mun ekki ganga út úr Evrópusambandinu ef við förum inn. Þetta varanlega, við erum að velja lið varanlega og sérð hversu illa það hefur gengið fyrir Evrópusambandið að ganga fyrir Bretland að ganga út úr Evrópusambandinu og þeir voru stærsti meðlumurinn í þessu sambandi hvernig myndum við ná að standa í hárunum á refsiaðgerðunum sem við myndum lendi ef við myndum ganga út að við erum varanlega að gefa frá okkur valdi til þess að taka ákvarðanir sjálf og ef að myndi breytast aðstæður eftir 10 ár og við þurftum að breyta einhverju í hvernig skipulagið á íslensku landbúnaði eða sjávarútvegi eða hvað að þá þurfum við að gera það á hátt sem þóknast meginlandinu sko. Við þurfum að fá meiri hlutan af allri Evrópu með okkur í lið til þess að fá að breyta þessu og það sko líka þegar maður fer og skoðar náttúrulega hvernig skipuritið á Evrópusambandinu það sem við erum að tala um sko, fólk að tala um eitthvað sko sætið við borðið
lýðræðislegt umboð hérna, við fáum að segja eitthvað það sem verið að taka ákvarðanir hérna á Íslandi 6 þingmenn af 720 sem að sitja ekki með plaggið Ísland fyrir fram að segja heldur ganga í EPP eða eitthvað annan svona pan-evróskan stjórnmálaflokk með lítið einhvern veginn lítil samskipti við heimalandi að kjósa eftir einhvern pan-evróskum blokkum og þar að auki að þá mega Evrópuþingmenn ekki skrifa og leggja fram frumvörp heldur það verður að koma frá framkvæmdastjórninni þetta er svo pínulítið sæti við borð, þetta er ekki svona barnastóll, þetta er svo að sitja á fingurbjörg en úr þessu í þessari umræðu að þá erum við hérna neikvæða unga fólkið sem á móti svo að þetta er málað upp eins og við séum svo neikvæð, sko ég svo jákvæður fyrir og mér finnst svo yndislegt að við erum í þessari stöðu sem Ísland í það sem að við erum við stjórnum okkar vegferð, okkar samskiptum við Bandaríkin, við Evrópusambandi, við Kína og höfum þannig sé öll spil á hendi fram í tíman og höfum tækifæri til þess að við getum tekist á það hvort það eiga þjóðnýta auðlindirnar eða ekki en gott að blessa sko, þó ég fíla það ekki en það er allavega engin einhver staðar annar staðar að koma inn og segja, eru strákar þetta er alveg rangt hjá okkur, þetta ánáttúrulega að vera eitthvað svona neoliberal technocracy sko þannig bara verið alveg rólegir Ég ætla að mynda hérna Hlaðvarp í samstarfi við heitirpottar.is hvort sem þið vantar saltvatnspott, hitaveitupott, kaldan pott, sánuklefa eða hvað eina í heita pottinn þá ferð þú inn á heitirpottar.is og lætur græja þig. Þjónusta og uppsetningum all land og nú jafnvel hægt að fá sér smíðaðan sánuklefa þar sem að þú færð sánuna nákvæmlega eins og þú vilt hafa hana. Það er ekki hægt að setja verðmið á heilsuna eða samverustund með fjölskyldunni og því er mikilvægt að huga að báðu og það er nákvæmlega það sem að heitirpottar.is auðvelda þér að gera. Hvort sem þú ert að endurnýja gamla pottinn eða gera þetta frá grunni þá getur þú sendt skilaboð á netinu eða bara einfaldlega kíkt í verslunina að Fosshálsi 13 en þar er opið alla virka daga milli 10 og 17 og á laugardögum milli 10 og 14. Ekki drolla við þetta, þú veist að þið langar í heitan pott og sánu heimtíðin, heitirpottar.is, græja þetta fyrir þig. Taka svolítið undir og hoppa inn í þetta. Ég sá það var einhverju kannski kom fólki eðlilega óvart að, þú veist, sósíalistar væru núna bara að hoppa borð með bara, þú veist, sjálfstæðismönnum, við erum svona eðlilegir og rökréttir bara óvinir, skilur í flestu málum. Andstæðingar er svona fallega ok, andstæðingar, fæn, skilur Látum ekki kappið bera fegurðinu ofur Ég er kannski með eitthvað, ég er búin að hlusta aðeins svo mikið þú veist, áður en ég kom ekki á hlusta á Sólveigunni maður er kannski aðeins svo hérna Þið eru alltaf eldbúandi Nei, en sko og þú veist, hvernig ég sé þetta allavega er að þú veist mér finnst bara fínt að ná að takast á við sjálfstæðisflokkin í mínum málum sem við erum öll ósamálum mér finnst óþarfi að fara að bæta við einhvern veginn öðrum frekar, þú veist, öðrum aðila sem er ekki með pólitík á mínuskapi inn í þann fæt til að segja okkur einhvern veginn til, skilur. Ég vil bara hafa þetta svolítið heiðalegt og við bara mætumst í einhverjum boxring, skilur, og bara taka á þessu þannig en ekki einhvern veginn að fá þetta en að þriðja vald til að sko vera dómari og segja ykkur til og nei, megi, þetta er þetta, við erum reynda búin að ákveða þetta, sko. Þið megi ekki tala um þetta, tala um eitthvað annað, sko. Mér er sama hversu ósamlega við erum það er alltaf bara það er góða líkur á því að við munum mæta í sama barnaafmæli sko. Já, heldur betur með Íslands stjórnmál er það mér finnst það að vera kostur við það að við erum öll að einhverju leyti nágrannar sko. Og þó við séum ósamála að þá búum við í sama samfélagi og maður lendir í því að fara á sömu ættamótin eða barnaafmælin eða fermingarnar eða hvað það er að þetta er pólitík með andlit samt sko. Og ég get lofaði því að pólitíkin er ekki með andlit þegar þú komið með einhverja embættismenn á meginlandinu sem að bera ekki íslenska hagsmuni hérna fyrir brjósti og munu ekki hafa almennan skilning á því á okkar aðstæðum sko. Nei, ég er alveg sammála ykkur báðum sko, það er náttúrulega ekki stjórnmálamenn sem komin að búa til húsnæði eða sjá heilsugæslur, þannig að þeir náttúrulega að ljúga þegar þeir segja að þeim þykir svona vænt þig sko. Og ég veit alveg að sko, en mér þykir alveg ákveðin fegur í því að því sósíalistinni til dæmis eru að reyna að plata fólk svolítið í það að segja að ykkur þykir svona rosalega vænt það út af því að það kemur frá alveg fallegum stað sko, út af því að þið viljið búa til húsnæði fyrir fólk þó svo að ég held að stjórnmálamenn séu ekki í stakk búinu til þess en þetta er góða punktur hjá ykkur út af því að hérna, Halldór, þú einmitt segir, þú veist, ég vil fá það bara að takast á við
manneskju sem ég hef einhverja burði til þess að kynnast. Ég hef rætt það núna í þessu samhengi, þú veist, þetta hlaðvarp veitt mér svona ákveðið aðgengi að stjórnmálafólki sem ég get spjallað við og tekist á við það og ég veit að það ákveðin forréttindi í þeim skilningi að þetta ekkert það ringi ekki allir bara í forsætisráðherra Íslands og segja heyrðu til ég að koma í þátt og bara já við hittumst. Hins vegar þá sko þegar við erum komin til Brussel þá fjarlægðin, ég hefur svona mútið að tala skipur áðan. Mér finnst þetta vera svolítið svona auka boðleiðir almennt eitthvað sem að ég sem svona stjórnsýslufræðingur hugsa alltaf hvernig getum við reynt að útrýma boðleiðum til þess að taka kvikari ákvarðanir. Við erum reyna að taka okkar skipurit og reyna bara að færa annað risa skipurit fyrir ofan og segja bara já þetta mun strömlínlega ferla og ég svona þetta svo skrítin sala því að þessar átakalínur eru vissulega fyrir hendi í íslenskri pólitík en þetta alltaf verið að tala einhverja skotgrafir í þessu líka segja sko ef þú ert ekki hlynntur því að segja já þá ert þú bara já ok, þú ert fastur í skotgröf ég bara nei, ég ekki fastur í skotgröf ég bara segja, mér finnst þetta að gera þetta óskynsamlegt ég á ennþá eftir að sjá þú veist, ég á ennþá eftir að sjá rök sem ég finnst bara, þú veist skilur upp sem bara málar upp kostina meiri en gallana sem ég hef talið upp ég á bara ennþá eftir að sjá það sko. Það er enda geggjuð önnur spurning sem að mér langaði líka að spyrja ykkur er til sá veruleiki að þið skiptuð skoðun í þessu? Sko ég allavega á því að bara skoðunni mínar alltaf þú veist, ég á ennþá eftir að heyra bara röksemdafærsluna, þú veist og ef að röksemdafærslan nú góð að ég fer eitthvað að endurhugsa málið þá, já en þú veist, eins og ég segi, ég hef ekki fengið þær röksemdafærslur ennþá til mín þannig að ég tel svona afar ólíklegt að ég fara að skipta skoðun á þessu bara nógu mikið svona sem ég bara í prinsippi á móti við þetta þannig að ég fara eitthvað að flippa en ég menna bara, þú veist ungir Evrópusinnar, ef þið náið að kom eitthvað, aldrei að vita en þú veist, ég myndi telja 90% líkur á að ég fara ekki að skipta skoðun í þessu sko. Ég held að það aðstæður sem ég myndi við skipta skoðun ef við erum að tala bara þessu þjóðaratkvæðagreiðslu það væri í raun ef að ákvörðun sem við erum að taka í ágúst væri svo sem að fólk eiginlega að tala fyrir hún sé sko, eða svona vill að kjósendur trúi sem það að þetta sé svona kostnaðalaus bara check-in sko að þetta sé bara einhvern veginn við kjósu já og þá fáum við eitthvað samning kostnaðalaus. En einhver að segja það? Það er vel að segja þannig, já, viltu ekki sjá samningin? Já, fyrirgefðu. Þú tala já í ágúst. Ef þetta væri raun og veru þannig að við værum að kjósum að við gætum bara fengið eitthvað samning að kostnaðalausu, íslensku þjóðan að kostnaðalausu, auðvitað geti ekkert verið ósammála því sko. En staðreyndin svo að þetta ekki kostnaðalaust ferli sem við erum að kjósa Við erum að kjósa aðlögun að evrópsku lögum af því að íslensk stjórnmál verði undirlegin í þetta næstu árin, allavega 2 að við þyrftum mögulega að breyta íslensku stjórnarskrá. Þetta heljarinnar pakki og einmitt, mér líst ekkert á hvernig Evrópusambandið við höfuð skipulagt. Ég hefði ekki áhugað að Íslands lagaumhverfi var einhvers konar Evrópusamband light. Það náttúrulega annað mál, sko, bara Evrópusambandið við höfuð væri til að fara þangað inn. Ef að Evrópusambandið væri einhvers konar eldri útgáfa af því, ef það væri ekki með þetta auka ríki ofan á, ef það væri meira svona einhvers konar bandalag, þar sem hún væri ekki með sér þing og sér framkvæmdastjórn og reisa stóra fylkingu af í raun bara federalistum sem vilja bara samræmenda meira og byrja að gefa út sameiginleg skuldabréf og færa því áttina því að vera einhvers konar United States of Europe. En já, ég held það, ef þetta væri raunverulega kostnaðalaust ferli, þá gæti maður ekkert verið ósammála því að fólk hefði meiri möguleika, en þetta það ekki. Það grundvallar vandinn við þessa þjóðaratkvæðagreiðslu, sko. Ég ætlaði að mynda Jökull Solberg, félagi minn í Sósíaldemókrataflokknum og félagi þinn. Algjör snillingur. Hann var einmitt að tala þú veist, ef að Evrópusambandi væri bara eitthvað svona fríverslunarsamningur og eitthvað svona smá, bara svona non-aggression pact í einhverjum varnar og þannig málum skiluru, þá væri þetta allt annað. En Evrópusambandið ekki bara fríverslunarsamningur og eitthvað svona, þú veist, eitthvað svona non-aggression pact, sko. Þú veist, þetta starra og þyngra apparat sem að, einmitt, bara biluð bjúrokrasía og með, þú veist, einmitt, eitthvað skipurut sem, þú veist, hugnast mér ekki og bara, þetta þú veist, Evrópusambandið eitthvað neginn. Og ég held einmitt, bara, þú veist, ef Evrópusambandið væri eitthvað annað, þá væri samræðan einhver önnur, sko. Já, nei, ég ætla að taka undir þetta út af því að það hljómar eins og sért bara í einhverju jargoni að segja að, þú veist, Evrópusambandið eitthvað,
En það einmitt það sem að ég sammálaður að mér finnst svolítið svona eins og að fólk segi að Evrópusambandið sé bara straumlínulögunin sem að var sko hugmyndin með kol- og stálbandalæginu sem að þú veist reynda þegar Schumann samningurinn var settur á laggirnar, það var hugmyndin alltaf frá upphafi einhvers konar svona alræðisríki en eða sambandsríki, alræðisríki kannski ekki, en fyrir mér þetta samt alveg, þú veist, sú pæling að að það sé eitthvað yfirvald yfir yfirvaldinu sem að getur tekið þá ákvarðanir og restina af okkur bara félagi í partíinu sko. En nei, þetta er góður punktur, en það sem kannski meira einmitt að þetta búið að færast frá þessum hugmyndum, því ég var líka hlynntur því að ganga inn fyrir ekki svo löngu og það var bara bundið við það að við getum þá tekið upp evru. Svo var ég búin að vera að kynna mér bæði sambandið og evruna og ég tel evrun ekki vera fýsilega til þess að takast á við okkar vandamál, einfaldlega út af því bara þeirri vegferð sem að evruríkin eru í. En ég aftur á móti ekki með einhver svona rosalega rómantík gagnvart krónunni. Fyrir mér þetta bara gjaldmiðill, ég skil alveg rómantíkina, en fyrir mér þetta bara gjaldmiðill sem að við geta tekist á út af því að líka. Og ég spurði Pavel út í þetta, það var kannski við ræðum það eins. Ég spurði Pavel Bartoszek út í það af hverju við myndum ekki bara taka, þú veist, ef okkur hugnast svona illa með þessa krónu, okkur myndum við þá ekki bara taka út verndartollana, þá varum við komið með 25% lægra matvælaverð, sem svona, ég held reyndar að mini-pítsan. Já, nákvæmlega, ég held reyndar að það ekki svo mikið, alveg óhátt því hvort við tökum verndartollana, en það var samt pólitískur ómöguleiki að taka út verndartollana út af því að bændur eru svo ósáttir. Og þá ég bara svona, þá erum við samt bara að segja að sko, þú þorir ekki að taka þessa ákvörðun en vilt að einhver annar geri það út af því að þá ber þú ekki pólitíska ábyrgð. Pilsa ekki eins þegar hún ekki frá bæjarins bestu pilsum. Það vita það allir sem að hlusta á þetta hlaðvarp að þegar þú ert að fá þér pilsu þá ertu í grunninn að horfa á tvenns konar upplifanir. Það annarkvort svo ánægja sem fylgir því að vera að borða bæjarins bestu pilsu eða svo vonsvikni sem að fylgir því að vera að borða pilsu sem ekki frá bæjarins bestu pilsum. Og það vita það í rauninni allir að það þessar tvær upplifanir sem við erum að horfa upp á þegar við erum að fá okkur pilsu. Því mæli ég með því að þú skellir þessu hlaðvarp í eyrun, farir á næsta sölustað og fáir þér tvíhlaupu ásamt einhverju góðu að drekka. En þetta fundamental máli með þegar þú tekur öll lögin af þessum lauk sem fólki sem kemur nú fram og segir bara, hafa ekki neina hugmyndum hvort að það vilji ganga í Evrópusambandið eða ekki. Mér langar bara að sjá, bara Þorsteinn Pálsson og Össur Skarphéðinsson á Kjarvalsstöðum að láta bara eins og þeir hafa ekki hugmyndum hvort þeir vilji ganga inn, þeir væri bara til að kíkja. Ef öll er á botni kvöld, þá þetta á endanum, og það ég hef ofta eins og þú, sko spurt að bara svona, getur þú tala fyrir þessu nóg margir kostir til þess að vega út ókostina sem maður sér við að gangin. Og á endanum þú borun út djúpt og þá þetta alltaf á endanum bara eitthvað svona fundamental gildi að við eigum að taka þátt og að Íslendingum séu ekki treystandi til þess að taka ákveðnar svona grundvallar ákvarðanir hvernig við rekum samfélag okkar. Ég meina Óðinn formaður ungra Evrópusinna sagði það nú bara í podcasti að hann treysti ekki 95% Íslendinga til þess að taka ákvarðanir efnaðarstefnu á Íslandi. Sem það á endunum, þetta sérfræðingavæðingin. Þetta það að það bara, eigum ekki bara að láta sérfræðingana í útlöndum sjá útlöndum, við erum svo vitlaus og heimsk og getum ekki séð þetta. Og þetta alltaf, þú veist, eins og þetta vera að tala minna á, þú veist, það verið með eitthvað gillibóð fyrir bændur. Með því að segja, heyrðu, já, pældi öllum styrkjónum sem þú færð. Styrki sem einhver annar getur tekið ákvörðunum, eða bara í raun öllu styrkjónum sem getur fengið alls konar á Íslandi. Þegar við erum alltaf, og meira segja Evrópusinnar samþykja það, við erum alltaf að fara að vera nett og greiðendur inn í þetta apparat, út af því að við erum svo rík þjóð. Þannig að þess að við erum að tala þú veist, Tóti, ég gef þér 30 skall, svo þú getur gefið mér 20 skall tilbaka og sagt mér hvernig ég má eyða honum. Og síðan þarf ég að skrifa skýrslu það hvernig ég eyði honum og skila henni til þín svo ég geti haldið áfram að gefa þér 30 skall svo þú getur gefið mér 20 skall. En á endanum að þá þetta bara í þeim allra hörðustu. Þetta bara, við eigum að taka þátt í verkefninu. Við eigum að vera hluti af Evrópuverkefninu með okkar sameiginlegu gildi sem ég eiginlega skil ekki alveg nákvæmlega hver að vera og bara tilgangurinn helga meðalið sko.
Já, en núna strákar þá erum við að horfa upp á þann veruleika að þetta eitthvað sem hefur alltaf verið fyrir hendi. Þú veist, Ólafur Ragnar var á móti EES-samningnum, móti EFTA, móti öllu sem hefur fært okkur inn í framtíðina. Milli þess sem að þú ert að þrífa stígvélin upp í Valhöll með tunguna að þá erum við náttúrulega að reyna að berjast fyrir hagsmunum. Þú Halldór dettur inn í þetta út af því að þú ert búin að vera í einhverju kvikmyndagerð veist ekki nokkur skapaðan hlut neitt sem að hefur að gera með stjórnmálið hana og við erum að horfa upp á þann veruleika að þú ert að éta úr lóanum upp í Valhöll, þú ert þið er ekki lengur í Bolholtinu út af því að þið eru svo tvístruð en það getið ekki skipulagt nokkur skapaðan hlut. Þannig að við erum að horfa á þann veruleika að það fólk sem búið að vera á móti þessu, það vissulega rétt hjá þér áður sagði þetta með það að með krónan, hvernig hún hefur ekki í rauninni skapað nokkur hlut út af því að við getum ekki komið skikka á okkar mál. En er það ekki rétt? Við höfum verið að reyna þetta projekt núna í ótrúlega langan tíma. Við förum alltaf í verðbólgu, við förum í launahækkanir, verðbólga, launahækkanir. Afturhaldsseggir eins og þið eru búin að reyna að berjast gegn þessu í svo langan tíma að það bara komin tími á að prófa eitthvað nýtt. Sko ég sammála mér. Ég ekki sammála þessu en ég alveg sympathist, þú veist, ég hef alveg sympathi með þessu sjónarhorni þegar ég heyri það. Þú veist að það einhvern veginn, þú veist já, það eru vandamál sem við erum einhvern veginn endalaust að reyna að takast á við og þau ekki að ná að leysast, þannig að eitthvað svona þú veist, bjargráð sem að þú veist, einhvern veginn á bara að koma okkur út úr þessu. Aftur á móti, þá þetta svona einmitt, kostir og gallar, að gallarnir sem að fylgja því að hoppa einhvern veginn að reyna að takast á ykkur verðbólgu skilurðu, það kemur massa atvinnuleysi með þessu. Og ég vill allavega meina, númer 1, það þarf bara pólitískan vilja til þess að taka ákvarðanir til að koma niður verðbólgu, sem að ríkisstjórnin núna að mínu viti ekki að taka. En þú veist, þannig að það eru leiðir til þess að sportna gegn þessum íslensku vandamálum og ef við förum einhvern veginn í þessara ESB-vegferð þá kemur bara gomma af öðrum vandamálum sem mér líst bara ekkert sérstaklega vel á og ég held að það er málið, skilur við ég hef alveg sympathy gagnvart einhvern veginn að þetta sé eitthvað svona quick fix bara hoppum bara þarna inn og þá leysist verðbólgan og leysist, þú veist, húsnæðisvandinn og allt það. Ég bara ekki sammálaði. Veist, það eru bara aðra leiðir sem við þurfum að fara. Þannig að já, ég stend svolítið þar varðandi þetta, sko. Ég líka bara, sko, þegar fólk ætlar að tala það hvað við erum neikvæðir, sko. Að tala að þetta hefur ekkert gengið, Íslenska verkefni hefur ekkert gengið. Og það bara fullt af vandamálum í íslensku samfélagi og hlutinir hafi ekkert verið gerðið fullkomlega en ég meina lítu á heildamyndin og ég veit þetta gömul tugga en bara breytingarna sem hafa átt sér stað á Íslandi síðustu 100 árin þar sem við erum orðin eitthvað fremsta þjóð í heiminum það kemur að lífsskilyrðum það kemur að umsvifum í efnahagslífinu það kemur að því kaupmætti heimilana og rétt eins og við sjáum bara að það sem að löndin sem eru hvað ríkust í Evrópu eiga sameiginlegt að þau standa utan Evrópusambandsins eins og við þannig að þetta líka bara spurningum sko ekki betra að gefa sér framtíðin að takast á við the devil you know sko að ef þetta einhvers konar hvað ekki, svona Faustian Bargain þetta ekki rétt hjá mér og þú skrifar undir einhver díl sko og þú óskar að þú mynd leysa öll mál sko eins og hér lækkallir vextir og það verður engin verðbólga og þarf ekki lengur að slá garðin heima hjá þér og hvað en í staðinn kemur að þú ert búin að læsa þig inn í einhverja vegferð sem þú veist ekkert hver verður næstu 20 árin og ég held þess vegna líka að ég sleikjandi skóin upp í Valhöll og Halldór í Bolholti eða okkur landsfund út á landi eða hvað er það ekki mýr? Þetta hverfisgata 105 að þetta allavega sko andstæðingurinn sem þú þekkir eða stjórnmálamaðurinn sem þú þekkir frekar einmitt en það hvenar í alvörunni er Ursula von der Leyen að fara að mæta eina pælingu Já, það var í Ísla Já, en Kristófer Frostadóttir gera það allavega Já, en ef von der Leyen að hlusta á þetta með Evrópusambands earplugin sín þá allavega veit hún að boðið stendur opið Nei, ég
það mjög margt í þessu, sérstaklega eins og með húsnæði og ungt fólk, og það ef við kannski bara einbyttum okkur aðeins að söluvörinni ungt fólk ESB, það búið að vera svolítið stór hlut af þessu og maður að sjá einhvern veginn Hjálmtýr Heiðdal sem að reyndar hefur alltaf haft rétt fyrir sér gennum tíðina að hann okkur hlægið að því þú átt ekki að hlægið minnst þetta þetta bara svo fyndin setning að segja sem hefur alltaf rétt fyrir sér í gegnum tíðina ég nú bara að stríða en hann skrifar færslu og segir ég ætla að segja já út af því ég að verða 80 ára og maður eitthvað svona ótrúlega skrítin afstæð, þú ert að fara að segja já við ótrúlega afdreifaríkri ákvörðun út af því að þú ert að fara að drepast eftir einhver tíma og maður svona hugsa, þetta lýðra? Ég meina, ef að unga fólkið svona rosalega hreyfið af þessu, þá getur það kosið já en það að 60 manneskja að kjósa já út af því að 20 manneskja sé að fara að verða vonandi örlítið lengur algjör fásinna á þá lýðræðislega umboð þessara ungu manneskja eftir 40 ára að vera minna út af því að þá verður hún orðin eldri og þú meina ef að ungu fólki hugnast það svona svakalega mikið eftir 30 ár, þá bara tekur það afstöðu til þess þá en að vera að selja mér einhvern veginn að við erum að fara að meta lýðræðislegt vægi eftir því hvar í aldurs á hvaða aldursbili þú ert ótrúlega skrítið og annað sem ég ætla að reyndar að og svo við förum kannski í einhver svona frekar praktíska atriði saman til unga fólki sérstaklega þetta alveg stórkostlega undarlegt, en líka undarlegt er eins og húsnæðismál sé í svona frábærum vexti í Evrópu. Já, einmitt. Og ég alltaf þetta ekki rétt. Og sko ekki nóg með það sé ekki tilbúin húsnæði fyrir ungt fólk, heldur eru þeir meirisa á verri staðan við út af því að það er svo mikið að fokheldu húsnæði sem ekki í nýtingu út af því að framboð eftirspurnin ekki að mætast og unga fólki ekkert að komast fyrir á húsnæðismarkað. Samt einhvern veginn viltu ekki að ungt fólk fái húsnæði og ég alveg, hvernig? Það ég kynni mér húsnæðismál þó nokkuð vel sko en grípið boltan Þessi þáttur í boði Þór Grímsson og Co. fyrirtæki sem að flestir í byggingabransanum þekkja vel og það ekki af ástæðu lausu. Ef þú ert í einhvers konar verkefni, hvort sem að það smá heimaverkefni eða stærri framkvæmdir, þá þetta einfaldlega staðurinn. Þeir eru með allt frá veggefnum og loftefnum yfir í gólf, klæðningar og alls konar sérhæfða lausnir sem að gera lífið þitt einfaldara. Ég hef sjálfur verslað við fyrirtæki gegnum tíðina einmitt til þess að finna lausn við hljóðeinangrun sem líka ástæðan fyrir því að hljóðvistin hjá mér eins góð og raun ber vitni. En það sem að kannski skiptir mestu máli að þegar þú rennur við í Ármúla 29 þá færð þú alvöru ráðgjöf, ekki bara einhverja vöru, heldur hjálp við að velja það sem rétt fyrir þig hverju sinni. Eins og segi, staðsettir í Ármúla 29 í Reykjavík en senda allt land. Mjög þægilegt, kíktu á thco.is eða thorco.is og skoðaðu úrvalið. Vilt þú halda orðið? Já, ég ætla kannski að byrja náttúrulega á, mér finnst mjög fyndið sko, varandi með umræðana með ungt fólk, skilurðu, að eru, þú veist það, því nú vorum við að stofna samtöngin Ung gegn ESB og þar ertu með ungt fólk bókstaflega allstaðar á pólitíska spektruminu. Þú veist, þú ert með sósíalistana í Bólholtinu, þú ert með stígvélasleikjaran í Sjálfstæðisflokknum, þú ert með framsóknarmannina, þú ert með VG, miðflokki, bara þetta er rosalega pólitísk breytt af fólki sem vanalega vinnur ekki saman. Sem kannski segir svolítið hvar, sko, þú veist, já, hagsmunir ungs fólks, við erum allavega á sammála að þeim betur borgið utan Evrópusambandsins. Þú veist, það einhvern veginn samt fólk á einhverju magni ESB fyrir ungt fólk. Þú veist, þannig unga fólkið að segja nei, allavega stór hópur að segja bara nei, við ætlum reyndar, þú veist, við ætlum að afgreiða þetta svo við getum farið að takast á aftur og einhvern veginn svona, þú veist. Svo maður að sjá eitthvað svona, það svo sorglegt að þetta ekki mjög lýðræðislegt svona hugarfar. Nei, menn, þú að virða, þú veist, neigi mitt alveg mikið og, þú veist, atkvæði hjá okkur mörgum, sko. Þetta náttúrulega, sko, það sem að við vorum að gera hérna á 17. júní var að við vorum að eyðileggja narratífið, sko. Þú veist, og þess vegna hefur við séð Snærósu Sindradóttur og allt þetta fólk fara svo svakalega upp á afturlappirnar út af stofnun þessa félagskaps okkar vegna þess að
það á að koma með þessa ódýru pólitík og þetta oft mjög ódýrt segi sem formaður í ungliðarhefingu þessi ungliða pólitík, að maður gerir þetta fyrir unga fólkið, að það ofta einhvern veginn svona trompspil á alla umræðu en staðnindin svo einmitt við getum auðvitað að tala eins og þú komst inn á í Evrópusambandinu, ef við ætlum að líta á hvernig húsnæðismarkaðurinn þar, hvernig hagvöxtur búin að vera þar síðustu 2 áratugi, hvernig atvinnuleysi ungmenna í Evrópusambandinu sem svo margfalt meira en hér heima á Íslandi. Og hagvöxt að horfu. Já. Það svakalegt. Það stundum eins og Evrópusinnar á Íslandi sé að tala allt aðra Evrópu en bara allir aðrir í heiminum eru að tala en burt sér frá því að það skemmir fyrir að ungt fólk sé ekkert endilega á því að vilja kíkja þarna inn það skemmir svo rosalega fyrir að ég uppstílaði jakkafata snopphaninn sé í sama herbergi með gotharanum í þykku sólunum en við erum sammála það að við viljum halda áfram að geta tekið okkar eigin ákvarðanir á meðan, hvað unga fólki sem ég sé hinum einn pólitískt virkt, það eiginlega bókstaflega bara ungi viðreisnarmenn ungi, ungi jafnaðarmenn, þeir virðast ekki ætla að taka þátt í þessu, þeir eru ekki mjög virkið þáttakendur í ungum Evrópusinnum, þeir virðast aðalega bara verið í sáru sínum að díla við þarna nýja útlendingafrumvarpið, allavega en formaðurinn bara skrifum það og vera að rakka niður í kommentunum að segja einn flokksmönnum en þeir ætla ekki að snerta þetta mál, þannig við erum að tala um það, þetta er ungir viðreisnarmenn öðrum megin og svo er þetta einhvern veginn allar aðrar nánast virkar ungliðarhefingar hinum einn. Hvernig getur það verið málstaður unga fólksins að fara í þetta aðlögunarferli? Já, það vantaði reyndar einn PR-fulltrúa hjá þau þegar þau voru með stoppfund Ungjá og því að það voru svo mikið af fólki sem var alls ekki ungt á þeim fundi, Ja, þetta var náttúrulega opinn fundur en ég er ekki sammála, ég held að meiri hlutin af fólkinu og mikill meiri hlutin af fólkinu var ungt fólk þarna. Það er náttúrulega eftir að koma út í glæsileg fréttatilkynning með myndum og svona, spurning hvort það færi smartlandi, ég veit það ekki, hvað væri óskandi. Hvað þá? Bara myndir af viðburðunum. Já. Eins og maður gerir í íslensku stjórnmálum og öllu aðra hendur út myndabakka. Já, ok, þetta var allt ungt fólk. Þetta var náttúrulega ekki allt, það voru þarna einstaklingar sem eru eldri en 40 ára, en þetta var upp til hópa ungt fólk sem var þarna og ungt fólk einmitt allt frá því að vera ungi miðflokksmenn og ungi sjálfstæðismenn í að vera ungi sósíalista. Nei, ég er að tala um Ungjá. Já, sorry, við erum algjörlega með, þú ert að tala um sjá. Já, þar, ég var mjög sammálaðið þar. Ég sá ekki mikið ungu fólki, ég sá mjög mikið að meðaldra og svona eldri meðaldra fólki þar. Já. Mér finnst reyndar í ágúst og sjá vera helvíti góð slagur hjá þeim. Ég verði eiginlega, jágúst er drullu gott, neigúst er ekki, það rúlar ekki alveg mikið á tungunni, Nei. En, þú veist, með að gefa það prigg, skilur bara, fair enough. Ég en hvernig, út af því að þið eruð að fara að heyja þessa baráttu, hvernig verður þetta, hvernig ætlaði að skipulegja ykkur? Er verða viðburðir eða fleira? Ég var þetta með Hjörti og Guðmundsson, ég var að pæla í, hvort þú ættum mikið að reyna að hafa svona debatt, rökræðu vettvang og svona. Eru þið eitthvað búin að pæla í því að? Hvernig verður þessi bara að hafa það almennt? Þú veist, þetta er náttúrulega eitthvað sem hefur bara verið svona að mótast. Og ég held að það muni í raun bara koma í ljós á næstu vikum hvernig formið verður á þessar baráttu bara í íslensku samfélagi. Það er náttúrulega eðli málsins samkvæmt að við erum að fara í rosalega stóra umræðu og stóran pakka á mjög stuttum tíma, ekki bara þessi fáránlega tímasetning á þessari þjóðaratkvæðagreiðslu, heldur það að fyrir 1,5 ári síðan þá var ESB ekki á dagskrá í íslensku stjórnmálum Þannig það er alls konar fólk að koma sér saman og mynda eitthvað umræðu vettvanga og hreyfingar með eða á móti og hvað er. Við fórum fyrr á árinu formenn þessar ungliðarhreyfinga og fulltrúar úr henni að stinga saman nefjum og ræða málin og hvort að við værum með sameiginlegan grundvöll til þess að taka saman höndum í þessari baráttu og það tók alveg sinn tíma að ræða þessi mál og núna er loksins komin eitthvað svona formulega vettvangur. Ég ímynda mér að það verði viðburðahald, það verður það að vera að ræða í fjölmiðla, verður samfélagsmiðlar og það verða væntanlega líka eitthvað samvinna með öðrum aðilum en ég held að sé líka bara mjög mikið í mótunum. Okkur var hreint út í djúpulaugina bara með engu fyrirvara, það er mjög eðlilegt að þetta sé ekki alveg voðalega skipulagt. Ég ætla að bæta við, mér langaði í sumafrí, það voru sveitarstjórnarkosningar og bara allt á fullt og einhvern veginn geðveikt mikið púðu lagt í þetta og svo bara eitthvað, ok, maður er búið með það
þá er það ESB, þannig að þú veist, já, bara spenntur að fara í eitthvað gott jólafrí vonandi, skilurðu, nema ef að, ég veit það ekki. Já, getur verið hérna. Nei, ég veit ekki hvað þetta kom upp. Kosningar mögulega. Það er enda áhugavert. Hvernig hérna, við setjum okkur aðeins í svona stjórnmála spekulanta stólinn. Hvernig horfum við ykkur staða ríkisstjórnarinnar? Ef það kemur nei upp úr aðilum? Ég held að margir eru búin að spá í spilin með hérna hvað mun gerast með ríkisstjórnina og segja já, hún mun styrkja sig ef það verður já eða nei, hún mun springa ef það verður nei. Ég er einhvern veginn svona í þeim hamma að hérna, mér finnst ekkert líklegt að þessi ríkisstjórn sé að fara að springa jafnvel þó að hérna ef það kemur nei upp á kössunum í ágúst að þá lítur maður á það ég held að þingmenn flokksfólksins og allan Inga Sæland gerir sér grein fyrir því að þetta sé the last hurrah þau eru ekkert að fara aftur inn í jobbið eftir næstu alþingiskosningar þannig að það er engin ástæða fyrir flokk fólksins að gera eitthvað vesen úr þessu og sprengja ríkisstjórnina Samfylkingin er með forsætisráðuneytið, þau mælast allan eins og stendur ennþá stærri en þau voru í alþingiskosningunum þannig ég sé enga ástæðu fyrir þau að fara út og Viðreisn annarkvort mun einhvern veginn vera búin að styrkja umboð sitt eða einhvern veginn svona sinn málstað ef það er já og ef það er nei að þá myndi ég sjá þau bara verið í ákveðinni tilvistakreppu og þurfa að endur skilgreina sitt erindi í íslensku stjórnmálum ekkert að þessu finnst mér augljóst leið út kannski ef hérna, fylgi fyrir að dala og það verður svona reykur í herberginu þá fyrir fólk að vera óþreyjufullt og ef það myndi springa þá væri það alltaf út af einhverju álagi sem kemur úr þessu og síðan kemur upp annað mál sem sprengir ríkisstjórnina og springur ekki beint á Evrópusambandinu en mér finnst hægri menn stundum það er svo mikil óskikja að við losnum við þessa vinstri stjórn að það sé bara að fara að gerast í næsta mánuð hvað ég held við þurfum alveg að vera mér finnst svona gott tilfinningin ég held að við séum alveg að fara að díla við þessa vinstri stjórn í lengri tíma hvernig sem þessi þjóðaratkvæðagreiðsla fer. Já, eða búið til eitthvað eigin vinstri stjórn eins og síðast Hvernig horfir þetta við þér? Ég náttúrulega ég vill að ríkisstjórnin verði eitthvað svona smá zombie í smá stund af því að við erum líka í bara uppbyggingaferli í flokknum við viljum fá smá tíma hérna, og þú veist það gengur vel en það, þú veist að við þurfum aðeins meiri tíma held ég þannig að ég hérna, hvernig að segja ég vona að samfylkingin veikist aðeins við þetta og þau kannski sjáu svolítið að sér að fara í stjórn með hægri flokknum klopningsframboðin úr sjálfstæðisflokknum Viðreisn ég vona að þau hérna kannski sjá svolítið að sér að þessar svona hægri hagstjórnarpælingar sem Viðreisn er búin að vera að setja dagskrá eru kannski ekki málið og vona kannski að þau fá aðeins að finna fyrir því frá kjósendum og að vonandi styrkist aðeins okkar staða bara upp úr því við sáum líka bara, ég meina andstaðan við bara brottfarastöðuna til dæmis hjá bara samfylkingafólki var helviti mikil Hver er ástæða sósíalista? Við bara erum sammála þessum krötum sem eru ósammála við bara álíktum gegn þessari brottfarastöðu fyrir löngu og langarum aftur að tengja þetta inn í Evrópusambandið það var nýja hérna í raun ný löggjöf þar inni sem gengur miklu lengra en þú veist hérna íhaldið í sjálfstæðisflokknum og miðflokknum vill ganga já. Þú veist það er bara miklu lengra þannig að það er líka alveg þetta er svona já og mér hugnast ekki sérstaklega að samfylking sé ekki að reyna að toppa ykkur í útlendingamálum Nei og þetta er ótrúlega fyndið líka nú ætlum ég ekki að fara í einhverja samsæriskenningar en mér hefur þótt vera til þess ótrúlega lítil umræða þetta hefur verið mjög mikið til umræði í Evrópu og þar eru þeir ekki bara að fara í brottfarastöður heldur bara í einhver svona remigration pælingar og eins og þú segir sem það gengur töluvert lengra heldur en miðflokkurinn og sjálfstæðisflokkurinn vilja eflaust ganga þó svo að miðflokkurinn hallast niður. Ég er endar til að þetta er eitthvað sem var óumflýjanlegt í Evrópu og það hefði mátt sjást árið 2015. Nýr samstarfsaðili þessa þáttar er Kaldi. Kaldi er bruggaður á Árskógssandi þar sem að hreint íslenskt lindarvatn og vandað handverk fara saman. Kaldi er fyrsti handverksbjór Íslands og hefur frá upphafi lagt áherslu á gæði, hefð og gott bragð. Notast er við vandað hráefni og klassíska bruggaðferðir sem skila fersku og hreinu bragði sem að Íslendingar kunna svo vel að meta. Hvort sem úr það fara að njóta rólegrar stundar, hitta góða vini eða fagna sérstöku tilefni, þá Kaldi alltaf vel við. Stolt norðlenskt handverk, bruggað af metnaði síðan 2006 og skál fyrir því.
Jú, kæru hlustendur, hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem að vilja gera hlutina almennilega og eitt af þeim að sjálfsögðu alvöru bón. Alveg eins og þetta hlaðvarp leitast við að auka viðnámsþrótt samfélagsins, eykur alvöru bón endingartíma bílsins með því að halda honum hreinum og fínum. Hringið í síma 5880705 eða sendið á alvörubón@alvörubón.is. Nú ef þú vilt einfalda þetta fyrir þér enn frekar þá kíkirðu bara á staðinn að Viðarhöfða 2A og lætur fagmenn sjá að bíllinn þinn sé hæfur til þess að vera séður á götunum. Og pólitísk eftirspurn mun fara að dragast en miklu lengra í þessa átt. En það breytir því ekki að samkvæmt svona pólitísku narratífinu þá á þetta að vera svolítið svona computer says no. Hjá þeim Evrópusinnum sem eru mest að tala fyrir þessu í dag og þegar við erum að horfa upp á það að Evrópusambandið er fara að verða miklu líkara miðflokknum heldur en nokkru öðru stjórnmálafli að þá er þetta svona sérstaklega skrítið út af því að frá mínum bæður séð það bara nei, efnahagslegt óöryggi sem myndi fylgja þessu er ástæðan fyrir því við höfum ekki gangið inn. Mér finnst alveg að svona þeir sem eru mest að tala fyrir þessu ættu kannski aðeins að huga hvernig mun þetta líta út eins og þú sagðir áðan Júlíus bara við erum ekki að tjalda til eina nætur hérna sko, við erum að fara að taka til næstu áratuga og það að Helgavala sem hefur verið mjög langt til vinstri í þessari svona útlendingapólitík er að tala fyrir því að við erum gangaðan inn og sjá hvað er að gerast og þetta kannast ekkit við svona hvað er að gerast en það ætti kannski að vera að athuga það hvað er að gerast þá er ég einhvern veginn svona minnst þetta rosalega skrítinn. Ég meina, við líka bara, þú veist, við viljum halda aðeins áfram að skjóta þess að vinstri sinnu Evrópusinna, skilur, eða Evrópusambandssinna þú veist, Frontex, þarna landamæra eftirlit Evrópusambandsins, sko þú veist, það hefur gengið umtalsvert lengra í, sko í bara svona hervæðingu bara miklu lengra en æs í Bandaríkjunum, sko þau eru komin vel innan landamæra bara Algeríu og Líbíu að sinna einhverju landamæra eftirliti langt út fyrir þeirra landamæri, sko Þú veist, og það mitt annað sem bara hugnast mér ekkert sérstaklega mikið og minnst svona pínu furðulegt að einhvern veginn frjálslynd, svona vinstri fólk einhvern veginn, þú veist, píratamengið og eitthvað sem að, þú veist, rosa á móti lögregluvaldi eru að peppa, þú veist, apparat sem að gengur mjög langt í lögregluvaldi, sko. Það er svona skrítið að það sé svo litla umræðu þetta, sko. Líka bara, sko, einmitt, þú tala hérna, sko, við erum ekki að tjalda til einna nætur og ég man líka á þessu viðtali sem á varst hérna með Óni, þá einmitt var svona Freudian slip með sko, já, ég myndi kannski ekki vilja ganga inn ef að Marine Le Pen og hérna Viktor Orbán væru ennþá og ef þetta væri eitthvað svona hægri populísk Evrópa en þú þarft að líta á hvað þetta er í raun og veru sem er að breyta, þú veist, hver er kerfisleg uppbygging íslenska stjórnsýslu og mér er sama hvort að sé einmitt að það sé einhver hægri flokkar eða EPP sé í meirihluta eða það sé eitthvað svona vinstri græn adjacent eða sósíalistar eða hvað er kerfislega líst mér ekki á uppbygginguna sko. hver sem ræður mér finnst bara fínt að við séum að taka til hérna í útlendingamálum á Íslandi að við séum að taka breytingar sem við þurfum að fara í og við erum ósammála hérna, en það einmitt að vera einhvern veginn ætla að fara inn í Evrópusambandið út af því að þið líst ekki á hvernig aðstæður eru í sko Bandaríkjunum núna allavega til 2028 og þið líst á það hvernig Evrópa er frekar núna til 2028 þegar við erum að tala ákvörðun sem er varanleg sko þetta er barnaleg nálgun til þess að mæta sko íslenskri utanríkisstefnu. Þá langar mig að leggja undir ykkur heila sem ég er búin að ræða við alla sem að mér hérna finnst líka svolítið og ástæðan fyrir, ég er enda til að sko, það sem við erum að gera hérna er svolítið skemmt efni, ég er núna allir með að gera þætt Draghi-skýrsluna og því að ég hérna pínu pirraður að mér veist negið vera orðið óumflýjanlegt aðeins og snemma ég er ekki alveg búin að fá nægilega mikið út úr þessu en með að við hvernig hlutin er að þróast þrátt fyrir þess að Gallup kom með hérna þessa skoðanakönnun það hvað fólk kallar að kjósa að þá hérna tel ég að negið sé óumflýjanlegt í ágúst. Já, ég er ekki svo viss sko. Nei, en ég held bara út af því að sko 2 dögum eftir að við erum að kjósa aðild að Evrópusambandinu að þá eru forsendur kjarasamninga brostnar og það sem mér gleymast í þessu er sko að við erum að láta þá sem eru núna við stjórnvöldin hafa umboð til þess að fara til Brussel þú veist
og þá myndi ég hugsa sko að ég myndi alveg treysta því ef að það væru einhverjir svona harðir nei-sinnar. Björn hérna Levi reynda að koma með þá hugmynd að bara senda nei-sinna til þess að fara í samningaviðræður og þá myndir að fá svo miklu betri samning en ég held að það verði aftur á móti ekki þannig og það verði kannski, þú veist, eins og Magnús Skjöld eða einhverju þannig fígurur sem fara til Brussel sem eru bara að míga í sig á spenningi að fara inn. Ég ætla að senda smá pitch sko, bara ef við fáum já, ég vil ekki bara senda okkur tvo. Já, þú veist, það væri bara það væri betri hugmynd það sko. væri alvöru eitthvað svona skeifukenningar samningur sem myndi koma upp úr því sko. Nýsköpuna samninganefndin. Já, nei, ég meina það hérna bara við þjóðnýtum allar auðlindir en engin skattur, skilur Heyrðu. þú veist en náum einhverju út úr því sko, hérna Já, þið þyrftu samt að koma ykkur hérna saman um það hvað ætlaði að gera við alla þessa útlendinga Evrópu en hérna það er alveg einhver fucked up millilegu með Já. sko. Já. En með þetta umboð hvernig horfir þetta við ykkur við því sem ég er að segja er að hérna, ég tel bara að þjóðin mun aldrei láta ríkisstjórn sem ekki búin að rétta af og rétt úr kútnum sérstaklega með þær yfirlýsingar sem að voru fyrir kosningar ég held að þjóðin mun aldrei segja já við því að veita þessari ríkisstjórn umboð til þess Ég er að vonast til þess hérna, og mér leið fyrir svona mánuði síðan eins og væri mun öruggara að við myndum bara segja nei við þessari skóarferð sko, í ágúst en mér finnst eins og að þessi málflutningur af því að sko aðildarviðræðuferli sé kostnaðarlaust fyrir Ísland að hann er að vinna á og það er náttúrulega bara ábyrgðaratriði í umræðinni að allan að við og aðrir sjá til þess út að þið ekki ætlar sjá eða hérna Evrópuhreyfingin og ungir Evrópu sem er að sjá það að við ræðum efnislega hvað er ferli sem hefst 30. ágúst ef við kjósum á hvernig verður áframhaldið bara praktíst út að ég held að fólk sé ekkit endilega til í það sko hérna, og við verðum fyrir það ásökuðum upplýsingaóreiðu og fyrir að vera í hræðslu áróðri og fyrir að vera undir áhrifum erlendra aðila á meðan hinnir eru það ekki sko hérna, út af því að það gengur ekki saman báða aðila en það er bara ótrúlega mikilvægt að við verðum einhvern veginn að koma upplýsingum út á meðan þau eru búin að senda hérna silfrið í frí og alla íslenska fjölmiðla og alla taka þetta bara í gúrkutíðinni. Já, reynda talandi það, þið eru hjá Mýr hann á Hverfisgötunni. Við erum á Hverfisgötu 105, já. Já, hérna, og Mýr er menningar, hvað var það? Sko, þetta er náttúrulega eitthvað 100 ára gamalt félag sem Halldór Laxness stofnaði sem var að, sko, þú veist, þau voru í bíósýningum á sovjísku myndum á sínum tíma og hvað, þetta er ekki það pólitískt félag, sko. Nei, menn þú lítur að vera með kontakta fyrir rússana út af því að ég var ásakaður það að vera, sko, hérna, greiddur annarkvort að Ísraelsmönnum eða rússum og ég er svolítið pirrar yfir þessu út af því að þeir hljóta að vera með vitlausar bankaupplýsingar. Því að, hérna, það er aldrei, hérna, eitthvað sem að þeir fá, þannig að ef þú heyrir í þeim þá mútu endilega senda þeim réttar upplýsingar svo þeir geta lagt inn á mig fyrir hennan áróður hérna og upplýsingaóreiði. Nei, hérna með samningsnefndina. Já. Hvernig horfir þetta við þér? Já, sko, ef ég var alveg hreinskilin þá bara var ég ekki alveg bara búin að taka þessa pælingu það langt, sko. Ég held að þetta er ein pæling, ágætt pæling. Að vísu, ég reynd. Ég á erfitt með einhvern veginn, sko, ég veit það ekki, þú veist, ef að ríkisstjórnin eitthvað, þú veist, fær já og skapar eitthvað samningsnefnd upp úr því, skiluru, að þá finnst mér svona, þú veist, ef þú ert að hugsa strategíst, skiluru, þá sjálfsögðu viltu fá já sinna til að semja þetta, sko, þú vilt ekki fá, þú vilt ekki fá okkur til að vera fokk eitthvað ómikið í samningnum, sko, ef þú ert á þessu, þú veist, ef þú ert á hugmyndinni að Evrópusambandið sé góð pæling sem við viljum ganga inn í, þá sjálfsögðu viltu fá fólk sem er svolítið sammála því til þess að semja aðildarsamning bara. Ég held að bara, þú veist, annars ertu bara flækja ferlið. Þú veist, já, en svo er þetta náttúrulega þannig sé allt alþingi, sko, sem er að semja. Út af því að þú þarft að jafnóðum að vera aðlaga íslenska löggjöf. Kannski verður bara rátt svar hjá mér með framtíð ríkisstjórnunar út af því að, þú veist, þetta verður alþingi verið undirlagt í það að samþykkja frumvörk það að loka þessum köflum og samræma lögin þannig að
Já, mér finnst bara svo margt í þessu já. Það verður náttúrulega bara algjört rugl og vesen og erfitt maður, jésus. Mér finnst Já. líka alveg, hérna önnur pæling hvað ef þú veist, ef við fáum já núna og svo fellur ríkisstjórnin skilur í næstu kosningum að þá verður það væntanlega ekki, þú veist Nei, þá verður eflust ferli ennþá lengra og við erum einhvern veginn ennþá og í alltaf líkur á því að verði ríkisstjórn sem er ekki sammála Nákvæmlega, þetta þú við veist, og það er þá er þetta annað bréf frá Gunnar Braga dæmi og bara, einmitt, þú veist Já, ég sko, því mér finnst svona, það er ótrúlega mikið búið að reyna að vekja athygli á því eitthvað svona, hana, hvað gerist, hvað þýðir jáið og hérna Andrés Magnússon frendi minn var að mynda hérna benda svona, já, jáið þýðir eitthvað og neyið þýðir eitthvað, við vitum það ekki alveg og ég er svona, já, ok, góð punktur en mér finnst alveg, og ríkisstjórnin einhvern veginn er svona svolítið með það, þú veist, er að juggla þessu einhvern veginn með því að reyna að halda þið fram að ákveðin hluti gerast en mér langar bara að vita, sko, svona praktískt hvað þau nákvæmlega ætla að gera þá er ég að tala ekki Evrópusambandið sjálft heldur hvernig, þú veist, hvað ætla ríkisstjórnin að gera ef að jáið kemur upp úr hattinum Mér finnst það er áhugaverðar heldur en sko viðbrögð Evrópusambandsins sem eru þá þau að hérna, þeir fara að senda eitthvað fólk til Íslands til að hérna, leggja grunn að einhverjum en hvað ætlar ríkisstjórnin að gera praktískt sjálf ef að jáið kemur upp úr hattinum? Er það bara strax einhver samningsnefnd komin og þá verður þetta ópólitísk samningsnefnd og þau fara að einbeita sér að hagkerfinu eða eitthvað þannig en maður bara einhvern veginn maður er svo mikið í myrkrinu gagnvart þessu sko. Ég veit ekki hvort þessi of loftkennd pæling sko en Nei, ég held að sé, þú veist, það er mjög skrítið með þessu umræðu að það virðist vera ótrúlega erfitt að fá einhvern veginn bara svart og hvítu, ok, allavega þetta mun gerast ef við gerum þetta það er alveg að væri nú ákveði ábyrgðatrið hjá utanríkisráðuneytinu að gera þessuna bara 3 mínútna myndband bara með einhverjum svona stokktónlist undir sem er bara, hvað mun gerast 30. ágúst ef við segjum já og þá bara, þú veist, A, B, C, D sko. En ég held nefnilega, þú veist, talandi upplýsingaóruðu, núna mun ég vera í hræðsluóruðri og hérna með eitthvað hræðilega orðræði, en ég held að fólki bara, ég held að þeir sem vilja að vera í kosi já, að það hendi þeim bara að það sé ekkert almennilega umræða hvað mun gerast, hvað við munum gera, hvert ferli verður sko. Nei, og mér huglast þetta ekki út af því að hérna, og þetta er eiginlega nákvæmlega það sem ég myndi vilja líka bara nákvæmlega, þú veist, það sem ég ætla að gera sem hérna utanríkisráðherra er að þetta út af því að það er svona, þú veist, hvað gerist ef við segjum já? Það gerist í sjálfu sér ekkert. Ef þú ert með stjörnu í rúðinni eða þarft að fara í gegnum einhvers konar bílrúðu athugun þá ferðu að sjálfsögðu á polsen.is. Ég prófaði þetta sjálfur, var með stjörnu í rúðinni og fekk bílinn eftir örskamma stund og málið dautt. Ofan á það að veita úrvalsþjónustu í þeim efnum getur þú einnig fundið hið ýmsa á vefverslun þar sem bæði eru seldir varahlutir, ljósabúnaður, ferðavörur fyrir bílinn, reiðhjólavörur, smurefni og margt fleira. Þannig að ef þú ert að drolla við viðhaldið eða bílrúðuskiptin þá mæli ég bara með því að þú hættir því, farir á polsen.is og letir klára málið í dag. Það er bara einhvern veginn, þú veist, við förum í aðildarviðræður og við förum að reyna að fá sem besta samning fyrir Ísland og ég er svona, nei, sko, hvað praktískt, hver aðgerðar áætlunin? En ég veit ekki hvort hún sé ekki fyrir hendi eða hvað það er. Það verður allavega spennandi. En einhver loka orð, þú ert að fara á fund, Halldór? Ég er bara að fara með í vinnuna, ég er bara vinnandi sósíalisti, ég þarf að fara að skella mér að gera verkefni sko. Einn af þeim? Já. En þú viljur svo? Ég þarf nú að fara í kjallarann í Valhöll að flokka frumrit af brefum og skjölum sem að ungi sjálfstæðismenn hafa sendið í gegnum okkar næstuðin alda gömlu sögu og sjá til þess að þau rati á nýju skrifstofun og þau glatast þá bara hverfu sagan sko. Það fara að vera hérna Dumbledore í kjallaranum í Valhöll að leita hérna upplýsingum ESB. Já, ég ætla að sjá hvort að við höfum. Er eitthvað sem við skrifum? Nei, ég held ég sé aðalega bara að fá eitthvað svona svartlunga eins og kólanámu verkamaður. Þetta er náttúrulega ógeðslega ríkur kjallari sem maður situr í hérna. Bætir ekki því að þú ert að vera að sleikja stígvélin Já, stígvélið ofan á og matisótur og þetta er náttúrulega alveg, þú veist, þetta er hræðilegt. Strákar, gott að sjá ykkur. Takk alveg fyrir þetta, gangi ykkur vel. Takk sem þess. Og við gerum þetta. Ég ætla að reyna hérna, veit ekki, hafið samband við einhvern og að reyna að henda kannski í einhvern viðbörð eða eitthvað þannig. Sjáum til hvað gerist. Hljóma vel. Gott að sjá ykkur, þannig til næst. Sömuleiðis.